Komið þið sæl, ég heiti Margrét Sverrisdóttir og er verkefnisstjóri fullorðinsfræðslu í Erasmus Plus menntaáætluninni. Ég ætla að kynna aðeins fyrir ykkur flokkinn nám og þjálfun og sýna nokkra meginþætti í nýju rafrænu umsóknarformi. Það er takmarkaður tími svo ég fer hratt yfir sögu. Umsóknarfrestur núna 2019 er 5. febrúar klukkan 11 íslenskum tíma, svo það er tímabært að hefja umsóknarskrif núna. Og hvað er hægt að gera í nám og þjálfun innan fullorðinsfræðslu? Hér eru heiti á ensku vegna þess að þannig birtast þau í umsókninni. Það eru sem sagt structured courses eða námskeið, job shadowing sem við höfum kallað starfsspeglun, training events, þjálfunarviðburðir og teaching assignment sem er gestakennsla. Og það er semst hægt að fara til annarra landa til að gera í svona námsferðir og varðandi gestakennslu þá geta kennarar eða leiðbeinendur farið og kennt við einhvern samstarfsskóla í öðru landi í alltaf 2 mánuði. Og þetta er fyrir starfsfólk í fullorðinsfræðslu, þá stjórnendur stofnana, kennara, leiðbeinendur eða annað starfsfólk. Og dvalarlengd námsferða getur verið frá 2 dögum og upp í 2 mánuði að ferðadögum frátöldum eða fyrir utan ferðadaga. Og það eru sem sagt fullorðinsfræðslustofnanir sem að sækja eða aðilar sem sinna fullorðinsfræðslu. Og hér er dæmi slíkar stofnanir, fullorðinsfræðslustofnanir sem sinna formlegu og óformlegu námi, það getur verið fyrirtæki sem sinna fullorðinsfræðslu, bókasöfn, menningarstofnanir, félagasamtök, opinberir aðilar, stofnanir sem eru ekki reknar í ábataskyni, stofnanir sem sinna náms- og starfsráðgjöf, en þetta er engan veginn tæmandi upptalning, þetta eru bara dæmi umsækjendur. Og ég vil vekja sérstaka athygli á að það er hægt að sækja fyrir samstarfsnet í einni umsókn, það er kallað konsortium. Þá er mögulegt fyrir einn lögaðila eða stofnun að sækja styrk fyrir marga og gott dæmi þetta gæti verið ef að Leiknir eða Kvasir væri með eina umsókn fyrir þær símenntunar stöðvar sem að heyra undir þau samtök. En það eru semst alltaf stofnanir eða lögaðilar sem sækja í áætluninni en ekki einstaklingar. Og í þessum flokki nám og þjálfun þá voru styrkþegar árið 2017 til 2018, þetta er bara yfirlit yfir þá til að gefa ykkur hugmynd verkefni. Þau geta verið mjög fjölbreytileg, geta snúið að þróun námskeiða, kennslufræði, tungumálakennslu innflytjenda, grunnfærni, kennslu fatlaðra einstaklinga, bara svo nokkuð sé nefnt. Þannig að það er mjög mikil fjölbreytni í því og aðeins nokkri punktar varðandi það að skrifa umsókn, að umsóknum í þessum flokki má skila á íslensku. Það þurfa allar stofnanir að hafa PIC-númer sem er eins konar einkennisnúmer stofnunar þar og hver stofnun hún hefur sitt einkanúmer, PIC-númer og notar það alltaf í öllum umsóknum. Og með því að hafa slík einkennisnúmer sem eru slegin inn í umsóknina þá birtast allar upplýsingar viðkomandi stofnun inn í umsókninni, hvort sem er að ræða umsóknar stofnunina sjálfa eða samstarfsaðila og þetta er mjög til þæginda. Það er ein umsókn fyrir alla stofnunina vegna námsferða sem eru framkvæmdar einhvern tímann á 12 til 24 mánaða tímabili og þá má vera 12, 13, 14 mánuðir allt hér á milli líka. Þá hefur stofnunin 1 til 2 ár til að framkvæma þær námsferðir sem áætlaðar eru. Þetta eru styrkir sem stuðla að faglegri starfsþróun. Þið þurfið að tilgreina ástæðu að útskýra þörf og áhrif á alla stofnunina í umsókninni og lýsa hvernig aukin þekking nýtist fleirum hjá stofnuninni og styður við stefnumótun og starfsþróun. Og það er mikilvægt að verkefnið þurfa að tengja stefnu stofnunar alþjóðasamstarf og starfsþróun, svokallað European Development Plan og þið fáið spurningar þar að lútandi í umsókn. Og hér ætla ég að sýna ykkur bara viðmótið eins og það er á vefnum okkar erasmusplus.is. Hérna eru skólastigin, það væri fullorðinsfræðsla sem þið verðið að velja
og hér eru til dæmis leiðbeiningar fyrir umsækjendur þar sem eru kannaðir möguleikar, skoðuð handbók og pikknúmer og fleira og síðan farið þið að sækja og þið farið undir fullorðinsfræðslu og veljið þennan flokk, styrkjaflokk, nám og þjálfun og síðan sjáið þennan græna valborða hér. Það best að fara fyrst og skoða leiðbeiningar sem eru vef umsóknirnar og síðan farið í innskráningu en það svokallað EU-login og það þetta viðmót sem þar sem þið loggið ykkur inn á Evrópusambandsvefinn og þið búið til ykkar eigið passvörð þar og þegar þið eru búin að innskrá ykkur þá fáið þið í fyrsta sinn þetta viðmót eða farið í opportunities, þið þurfið að fara þangað til að sækja rétta umsókn og þið veljið skólastig hér og þá væri það fullorðinsfræðslan. Síðan hér, þegar þið eru búin að skrá ykkur inn og þá komið að forsíðu eða viðmóti rafrænu umsóknarinnar og í þessu tilviki hér bara að því þetta dæmi sem ég að sýna ykkur þá ekki fyllt árétt út í þetta, þið myndu setja heiti verkefnis og jafnvel stuttnefni þess og á ensku líka og verkefni geta ekki hafist fyrr en eftir 1. júní 2019 og svo skráið þið hér að fellilista hvað þið viljið láta verkefni vara lengi, minnst 12 mánuði, mest 24 og þá reiknar formið sjálft hvenær verkefni á að ljúka og það mikilvægt að velja rétta landskrifstofu, hún heitir ES01 á fellilistanum hér og af því að þessar umsóknir má fylla út á bæði á ensku og íslensku en á íslensku ef þið ætla að nýta íslenskuna þá sem að flestir gera þá veljið þið það hér í fellilista tungumáli sem notað til að fylla út formið. En það mjög mikilvægt að bara það sem gildir að fikta í forminu, prófa ykkur áfram, þið getið ekki eyðilagt, þið megið breyta og bæta alveg þar til skilafrestur rennur út og jafnvel þegar búið að senda umsóknin þá hægt að breyta henni og senda aftur bara svo fremur að umsóknarfrestur sé ekki liðinn. Og vinstra megin inn í rafrænu umsókninni svona eins konar efnisyfirlit og hér sjást kaflaskiptingar umsóknarinnar. Þetta bara forsíðan og svo samstarfsaðilar og þá slegið inn þessum pikknúmerum þannig að upplýsingar komi inn og spurningar sem þarf að svara varðandi það, varðandi flesta þessa liði. Hér þessi áætlun alþjóðasamstarf til fleiri ára. Hugsanlega stofnunin með áætlun til 2, 3 eða 5 ára sem hægt að lýsa hér. Síðan komið að framkvæmdaliðum og hvernig á að framkvæma og síðan hvers kyns námsferðir þið veljið, hvers kyns þáttakendur verða og þessi liður hér snýr að sérstökum kostnaði vegna hugsanlega fatlaðra einstaklinga eða kostnaðar vegna dýrra ferða og síðan hvaða áhrif verkefni mun hafa og svo kannski það sem að svolítið snúið fjárhagsáætlun, þó ekki, bara fólk heldur það en ég ætla að sýna ykkur aðeins umhverju þess hér á eftir og það líka mikilvægt að hér inni eru leiðbeiningar hvernig á að fylla út umsókn. Project Summary fyrirgefið lýsing á verkefni sem mikilvægt að gera og svo eru fylgiskjöl, annexar og það meðal annars Declaration of Honor og eitthvað annað sem beðið mögulega það þarf að sækja það þar. Það ekki hægt að nota nema það sem fylgir umsókninni og svo gátlisti og það sést hér að í þessu dæmi umsókn sem ég að sýna ykkur þá búið að fylla alla þessa liði út en það ekki búið að klára annexa eða gátlista, þess vegna eru þeir rauðmerktir. Getið alltaf séð hvað þeir eru búin að klára eða setja eitthvað inn í allavega af því sem grænt merkt en rautt ef það á eftir að gera það. Og svo vil ég bara benda ykkur á að það birtist neðst í þessu efnisyfirliti, þá birtist hérna sem pílan vísar að hvenær umsóknin var síðast vistuð og hún vistuð á 2 sekúndna fresti svo þið eru aldrei að leita að því að hvernig þið eigið að vista umsóknina. Hún gerir það alveg sjálfvirkt. Þið getið hins vegar hvenær sem óskað eftir PDF útgáfu af umsókninni og síðan prenta hann út og hér takkið sem verður virkur í lokin
þar sem að ykkur er gefinn kostur á að senda umsóknina. Það er nú ekki fyrir núna tilbúin. Og þá eru hér upptalning á námsferðum, hvers slags námsferðir þið veljið. Bara að sýna ykkur þetta að hér hefur verið valið, þetta er náttúrulega bara dæmi, hér er búið að velja job shadowing, starfsspeglun, 2 þáttakendur fara í það og ætla að vera í 6 daga og þá reiknar formið sjálft kostnaðinn eða styrkinn við það, styrkóskina. Hér eru námskeið eða þjálfunarviðburðir, það ætla 2 þáttakendur í það, verið 3 daga og þá reiknar formið út hvað það kostar. Og síðan eru gestakennsla í þessu tilviki, 1 fer í það, verður í 7 daga og formi reiknar. Svo er alltaf hægt að fara í þessa takka til að editera, breyta, hætta við nei, við ætlum að senda fleiri eða færri og þið fiktið í þessu og lærið á það. Formi reiknar jafn harðan út eftir því hvað þáttakendur eru margir, hér eru þeir alls 5, hver styrkur, umsýslustyrkurinn verður. Og hér í þessu tilviki þegar eru 5 þá er hann 1750 evrur af því að það er 350 evrur á hvern þáttakanda sem að umsýslustofnun fær. Og framar í umsókninni eru þið beðin að lýsa tilgangi ferða, móttöku, aðilum og fleira sem ég sýni ekki hér. Og þá aðeins fjárhagsáætlunin. Svona lítur hún út. Efri hlutin er heildaráætlun fyrir hvern lið, ferðir, alls, uppihald, alls þetta, umsýslustyrkur stofnunar, 1750 og námskeiðsgjöld. Það er mjög mikilvægt að verður að sækja þau á umsóknarstigi. Það þýðir ekki eftir á að segja að við komið í ljós einhver námskeiðskostnaður sem ekki hafi verið gert ráð fyrir. Hann verður að vera tilgreindur í umsókn. Og síðan er hér sýnt hvaða gerðir námsferða þið eru með og hver námsferð kostar. Hérna er starfsspeglunin og þættir hennar og heildarupphæð. Bara samantekt á því sem þið hafið beðið um. Og hvað er styrkt? Það er sem sagt þetta er hugsað í einingum eða föstum upphæðum. Það er ferðastyrkur og hann er veittur eftir fjarlægð til áfangastaðar og til þess að finna hann út þá farið í fjarlægðamæli eða distance calculator. Það er vísað á hann á heimasíðu Erasmus+. Það er einstaklingsstyrkur eða uppihaldið sem að tekur mið af uppihaldskostnaði í dvalarlandi. Það er mismunandi eftir löndum og auðvitað miðað við lengd dvalar. Síðan er þessi umsýslustyrkur stofnunar sem ég nefndi áðan, 350 evrur á hvern þáttakanda vegna undirbúningsþáttöku og eftirfylgni. Námskeiðsgjöld eru 70 evrur á dag og þarf að sækja þau og síðan mjög mikilvægt stuðningu vegna sérþarfa einstaklinga með fötlun að þá er raunkostnaður sem sóttur vegna kostnaðar sem hlýst af þáttöku þeirra og exceptional cost er einn liður í umsókn þar sem mögulegt er að sækja hærri styrk ef ferðakostnaður er sérlega hár. Þetta er nánar útskýrt í umsóknarformi. Og ef þið þurfið að leita verkefna hugmyndum þá mæli ég með því að þið farið inn í verkefna á banka Erasmus+. Þið getið slegið inn leitarorði miðað við helsta áhuga svið ykkar stofnunar og fundið verkefni svona aðeins til þess að sjá hvað fólk hefur verið að gera. Og ef þið þurfið að leita samstarfsaðilum þá er e-Pali, vefsíða fagfólks í fullorðinsfræðslu í Evrópu, alveg tilvalin til þess. Hér er slóðin á hana. Og þar inni er leit að samstarfsaðilum eða partner search og þar getið þið leitað, þarna er eintómir fullorðinsfræðslu aðilar og þið getið leitað að samstarfsaðilum eða jafnvel skráð ykkar stofnun í vonum að einhver sé að leita að stofnunni svo ykkar. Og það er af nógu að taka því að þegar velja þarf lönd til samstarfs því að þáttökulöndin innan Erasmus+ eru 34, það eru Evrópusambandslöndin 28, EFTA-löndin, Ísland, Noregur og Liechtenstein og síðan Tyrkland, Makedónía og Serbía. Og öll lönd eru jafn rétt á, það skiptir ekki máli hvort þáttökuland stendur innan eða utan Evrópusambandsins, þannig að íslenski þáttökundur geta farið í tvíhliða samstarf
við lönd sem eru ekki Evrópusambandslönd eins og til dæmis Noreg eða Tyrkland, svo dæmis er nefnt. Og ég hvet ykkur til að huga að þessu og upplýsingar og ráðgjöf fáið þið hjá mér, hér er netfangið mitt, hvet ykkur til að senda mér línu eða hringja og ég veiti nánar upplýsingar. Síðan verða einnig birtar einhverja frekari leiðbeiningar eða þið finnið alla frekari leiðbeiningar á vef Erasmus+. Og ég þakka áheyrnina, verið sæl.